Komið sæl og blessuð. Ég heiti Björn Þorláksson og þið eru mætt í beina útsendingu hér á samstöðinni við þið svokallaða Rauða borð. Ástæða þess að við erum í beinni fyrsta hluta þessa kvölds svo að við ætlum að rýna hér aðeins í stefnuræðu forsætisráðherra sem nýlokið á Alþingi og einnig að fara svona yfir það nýjasta í borgarstjórnarmálunum. Með mér góður gestur sem þið þekkið vel, konan með langa nafnið. Hvað þetta aftur mörg nafn? Þau eru nokkur, María Lilja, Ingveldur Þrastardóttir Kemp. Ég ruglaðist á mín eigin nafni þarna. Eins og maður gerir. Ég sem sagt bætti þessum, María Lilja Þrastardóttir var ég skýrð, en bætti við mig þessum Ingveldar, af því ég nú dóttir móður minnar líka. Og Kemp, það var nú svona aðalega þar sem ég bjó í útlöndum og ég lendi í vandræðum svona með dóttur mína og annað ég þurfti alltaf að vera svona sína fæðingavottorð og annað til þess að mega mæta á foreldrafundi og að því að við höfum ekki sama föðurnafn. Nei, eftirnafn. Þetta nú gagnlegar upplýsingar. Já, þetta var bölva vesen oft á flugvöllum líka. Þá við lendum við í því að Kría, dóttir mín, var tekin svona til hliðar og spurði svona, þetta raunverulega foreldrar þínir? Þetta mamma þín? Allt í lagi? Þú getur blikkað svona, var sagt við hana. En það var einmitt út af þessari íslensku nafnahefð. Og af því að þú ert svo gjöful að veita okkur allar þessar upplýsingar, þá best að ég gefi líka aðeins að sjálfum mér og upplýsa að ég heiti Björn Jónas Þorláksson. Það ekki margir sem vita það. Veistu þú það? Nei, þetta vissi ég ekki. Heyrðu, en hættum að tala um okkur. Já. Við ætlum að ræða dagskrána sem framöndan og eins og kom fram á þann, þá ætlar þú að fara með mér í gegnum stefnuræðu forsætisráðherra. Mikið rétt. Og við ætlum að ræða síðustu vendingar í meirihlutanum. En aftast í þáttunum fáum við mikinn höfðingja gamal reyndan Sigurjón Magnús Egilsson sem ætlar að ræða við fyrrum forsætisráðherra okkar Þorstein Pálsson pólitík og þjóðfélagið. Og þar á undan ætlum við að ræða við Henry Alexander Henrysson, doktor í heimspeki og kennari við HÍ, svona alls konar álitamáli varðar fjölmiðla og stjórnmálafólk. Hefur þú ekki svolítið verið að fylgjast með þessum átökum fjölmiðlana og stjórnmálana síðustu daga og vikur? Jú, það var búið til pressukvölds, sá ég, á vegum blaðamanna félagsins einmitt vegna ummæla að blaðamenn hefðu einhverjar annarlegar hvatir að baki fréttaflutningi ásakanir stjórnmálamanna. Já. Þannig að jú, þetta er auðvitað ekkert nýtt sjálf sér en það virðist hafa harðnað svolítið, þannig að súrnað svolítið þetta samband blaðamanna og stjórnmálafólk svona síðustu ár. Já, og mogginn fyrir þessa ríkisstjórn og eftir þessa ríkisstjórn, það verður bara að segja eins og að þetta er ekki sami fjölmiðillinn. Nei, það er mikil harka. Við sjáum það í fréttaflutningi af ríkisstjórninni einmitt, núverandi og aðalega af Ingu Sæland. Maður sér svona, og það er oft svona að manni finnst jaðra við einelti, en svo spyr maður sig sem blaðamaður einmitt, það ekki fréttnæmt þegar að nýkjörur ráðherra hringir í skólastjóra og klárlega frétt. Einmitt, og þannig að ég skil svona, svona báðar hliðar. Já. Það ekki tvölið, góðalið og vondalið, það eru líka alls konar mistök sem hafa verið gerð af hálfu fulltrúa, sem sagt, ríkisstjórnarinnar, til dæmis Sigurjón Þórðarsson, að fara að tala styrkina þegar að honum sótt og þegar verið að skrifa neikvæða fréttir hann sjálfa. Þetta hræðileg tímasetning. Já, það einmitt máli. Ég held einmitt að mókin sé kannski bara loksins á góðri vegferð. Þau séu bara farin að veita ákveð aðhald, eitthvað sem að þau hafa kannski sleppt eða svona verið svona rög við hingað til. Heyrðu, en svo til eitthvað fyrirbæri sem kallast hundingjarnir. Já. Þú veist eitthvað af það? Já, ég fekk að vera svona maðurinn á bak við vélina í dag þegar hundingjarnir fóru á stjá og
og skoðuðu og spurðu vegfarendur hvað þeim fyndist nú borgarmálin. Hverjir eru hundingjarnir? Hundingjarnir eru Ævar og Oddný Eir. Ævar er sérst sonur hennar Oddnýjar, samstarfskonu okkar og svo Ríma litla sem hvolpurinn þeirra. Hún labrador. Held ég alveg örugglega frekar en golden retriever. Hún allavega voðalega sæt og trekkir af. Þannig að þetta svona, það hægt að veiða fólk í spurningu dagsins, það kemur til manns frekar heldur en þetta mjög skemmtilegt. Oddný svona að leita svona hentugu torgi til þess að setjast niður með hundinn og leika og svona virða fyrir sér umhverfið sitt og fer svona bæinn og ræðir við almenning. Það sem var auðvitað mjög skemmtilegt í dag eru svörin, það eru margir með skoðanir auðvitað borgarmálum. Hver var spurning dagsins? Spurning dagsins var hreinlega bara hvernig líst þér á borgarmálin og hún var nú svona í nokkrum liðum, hvernig viltu sjá sem næsta borgarstjóra og þetta bara alveg stórskemmtilegt. Já. Og þessi litli hvolpur spilar þarna rullu sem sagt. Já, hún gerir það og svo var hún óþekk svona í og reynir að losna í burtu í miðju viðtali og það myndast við þetta bara mjög kómískar aðstæður oft en þetta svona mannlegt eins og svo margt hjá okkur á samstöðinni. Þetta svona ekki fullkomið en ekki frekar en við erum bara mannfólkið. Má kalla þetta svona tilraun til þess að stækka upptökusvæði samstöðurinnar. Við erum náttúrulega í svo mikilli framleiðslu frá móti kvölds alla daga að við komumst sjaldnast neitt út úr þessu stúdíói. Við bara hér allt að gerast við þetta rauða borð sko. En þarna erum við að fara og ná í almenning þarna úti. Já, við auðvitað viljum heyra sem flesta raddir og það hefur alltaf verið svolítið svona stefna samstöðurinnar að hér sitja ólíka raddir og raddir almennings svolítið við borðið, ekki bara þessara... Raddir sauðsvarta almennings. Við viljum bara einmitt fá að heyra í honum. Já, þetta mjög skemmtilegt. Já, akkurat. Þetta flott. Ég hlakka til að fylgjast með þessu. Síðan kannski rétt að nefna áður en við hefjum leikinn að ég tók í dag líka bara viðtal sem eiginlega bara, ég myndi segja hópi hinna dramatískari sem ég hef tekið. Zoom viðtal til Svíþjóðar. Ég ræddi við mann sem heitir Jón Óðinn Voga. Hann akureyringur. Hann mér góðu kunnur. Hann var einu svona pislahöfundur á blaði sem ég ritstýrði. Mjög ritfær og snjall maður. Hann sem sagt lenti í því, hann og konan hans, að dóttir þeirra, hún var hársbreytt frá því að lenda í skotlínu fjöldamorðingjans í Örebro sko. Það hryllilegt. Já, en stórkostlegt að skildi þó allt fara vel en hann ræðir sko ekki bara fjölskyldusöguna og tilfinningar fjölskyldunar þarna heldur líka svona hvernig Svíar eru að taka á þessu máli. Já. Og hann ræðir ákveðna þöggun og svona staðfestir það sem hefur aðeins komið fram hér á samstöðinni áður að Svíar veit ekki alveg hvað má tala og hvernig að tækla þetta. Það er lögreglunni auðvitað óskað eftir því við fjölmiðla og almenningum að það yrði ekki rætt neitt sérstaklega hverra skoðana þessi maður væri. Mátti ekki kalla þetta hryðjuverk? Það mátti ekki kalla þetta hryðjuverk sem þetta auðvitað var því að maður heyrir mannin rópa. Það er nú til upptökur af því það sem hann segir burt úr Evrópu við þau. Og svo lætur hann einhvern veginn svona skotinn inn í þarna á fólkinu sem var þarna statt í því ég meina þetta sænsku skóli fyrir fullorðna og innflytjendur og það er svona en það hefur komið ljósa að þetta voru í þeim hópi sem að létust voru Sýrlendingar meðal hans. Hún einmitt þeldökk á litin dóttir þarna Jóns og konur hans Ingu. Þannig að það Já, hann fer bara í gegnum það ef hann hefði ekki ég ætla nú reyndar að leyfa bara áhorfendum að fylgjast með því hvað kemur fram en ef ákveðnar aðstæður hefði ekki komið upp þá er stutt þarna á milli og ég tók eftir því að hér er líka í kvöld Stöð 2 er núna bara í svona töluðu orðum held ég þá er hún að fjalla hryllilega atvik á menninganótt. Já. Og það er ástæða þess að það þarf að fjalla þessi mál er að við þurfum að
læra hvernig við sem samfélag getum komið í veg fyrir að svona endurtaki sig. Það eins hryllilegt og það mál nú þá þetta, það einmitt svona kannski það sem að við má segja eigum kannski, þetta eitt svona rosalegasta mál sem að hefur komið upp hér. Þegar ungur maður tekur þessa ákvörðun að meiða þarna jafnaldra sína og myrða. Og það svona það hefur farið rosalega hljótt hvers lensk meðal hans fórnarlömbin hans voru og svo allt þetta, þannig að það má velta þessu fyrir sér og beggja megin við þetta hryllilega kvöld eru foreldrar að svipta börns í lífi og það líka bara annað sem að maður hefur eiginlega ekki upplifað á löngum blaðamannaferli, þannig að við þurfum náttúrulega bara að allstaðar að spyrna við fótum gagnvart þessum veikindum sem að brjótast út í þessu skefjalausa ofbeldi. Já. En hefur að reyna að létta okkur aðeins lundina og fara að ræða. Þetta bara svo hræðilega sorglegt viðtal sem þú tókst hérna. Það ekki annað hægt en að svona finna smá illt í hjarta. Nei, það erfitt að vera bæði að tala af einhverju alvöru og skrapa bara yfirborðið með einhverjum húmor í einu. Nei, það ekki hægt. En áður en við ræðum það hvernig Einar Þorsteinsson virðist hafa framið valdarán á sjálfum sér. Já. Áður en við ræðum það, þá hlustuðum við bæði á stefnuræðu forsætisráðherra á Alþingi. Stefnuræðu sem hefur verið beðið eftir. Fyrsta lagi þá voru nú margir frekar hissa á því að henni væri frestað í síðustu viku. Þótt að væri svolítið hvasst, ég held að væri Gunnar Smári sem að spurði hvað þetta útifundur? Jú, mikið rétt. En það ekki bara það að við höfum verið að bíða í nokkra daga frá 50-deginum áætlaði í síðustu viku. Heldur náttúrulega alveg stór merkilega valda umskipti hér að eiga sér stað. Já. Forsætisráðherra ung og glæsileg kona og greind og bara sjálfstæð og bara frábærir, frískir straumar sem að fylgja einhvern veginn stjórnun landsins. Og eitt af því fyrsta sem að hún gerði í þessari ræðu, það var einmitt að vitna til þess hvað tímandinn væri sögulegir, hvað væntingavísitalan væri henni í hag og hvað þetta væri ofboðslega merkilegt. Já, það sem að mér fannst áhugavert var að hún greinir þarna frá því að hún hafi svona farið í heimsókn í ráðuneytin og þetta sé eitthvað sem ekki tíðkist og hún nefndi þarna vitnaði í starfsmann innan ráðuneytis sem sagðist aldrei í einhver fleiri ár hafa fengið slíka heimsókn frá sitjandi forsætisráðherra. 19 dómsmálaráðherrar eitthvað svoleiðis en aldrei fengið forsætisráðherra. Já, en þetta kannski stangast svona fyrir það fyrsta svolítið á það sem okkur hefur áður verið talintrú og það þetta að það megi hreint ekkert leka á milli ráðuneyta þau séu svo ofboðslega heilög í sínu að allt svona allar heimsóknir og hringingar á milli og þær eru þóttu áður og óeðlilegar. Þannig að boðar hún nýja stjórnarhætti væntanlega þar sem að verður hægt að ræða saman vonandi á milli ráðuneyta. Nýtt verklag, hún leggur mikla áherslu á þetta og svona talar svolítið eins og að þetta sé alveg rosalega merkilegt það sem að gerast. En þegar hún búin að segja okkur frá því hvað þetta allt saman óbúslega merkilegt í upphæðu ræðunar, finnst þér þá að hann fylgi því eftir með svona röksendum eða verður þetta svona markaðs mikið púff og vantar svo kannski pínlítið rökstunningin eða hvernig upplifir það? Já, það vantar, kannski bara svona svo litið kjöt á beinin. Þetta svolítið, hún dregur þarna upp ákveðna mynd og maður alltaf að bíða eftir því að hún útskýri hvernig ríkisstjórnin ætli að fara í þessar miklu aðgerðir sem að eru einhvern veginn svona boðaðar undir rós. Það alltaf verið að segja okkur að það verður svo mikla breytingar, það aldrei svona nákvæmlega hvaða breytingar eða hvernig. Og þetta eitthvað sem að við þurfum bara að bíða spennt eftir því og fylgjast með verkum ráðherranna en það svona eina sem að manni finnst
hafi virkilega legið á og liggi á og það þetta Hvammsvirkjunarmál og það sé umhverfisráðherra sé nú þegar búin að... Þau eru voða stolt af því í Samfylkingunni ætla bara að setja sérlög þessa virkjun. Já. Og það ekki langt síðan Samfylkingin var bara í liði með vinstrigrænum og bara harðir umhverfisvernd og var alltaf að tala rammaáætlun og allt það. Nei, þetta alveg ótrúlegt mál og sko þetta auðvitað líka setur ákveðið fordæmi. Ég meina þegar að það er búið að búa til þessi sérlög utanum Hvammsvirkjun verða þau væntanlega nýtt áfram út í hið óendanlega þegar að kemur að því að nýta aðra virkjunarkosti á landsbyggðinni og þá skiptir engu máli hver í brúnni sko. Það getur auðvitað hver sem nýtt þetta fordæmi seinna meir. Já. Sko ég veit, mér fannst svolítið eins og af því ég hlustaði líka á blaðamannafundin hennar daginn þegar hún lagði fram, þær 3 valkyrjurnar lögðu fram þingmálaskrá. Já. Þá þau eru að segja þetta og ég hefði viljað kannski fá að heyra aðeins eins og þú ert að nefna í ræðinni í kvöld útfærslu. Mér finnst það svolítið endurtekning á þingmálaskránni, ekki mjög margt sem hún bætti við, fannst mér. Mér fannst ekki mikil hugmyndafræði í þessari ræðu, það er engar leiftrandi tilvitnanir í íslensk skáld. Til dæmis ef fyrst þetta svona merkileg feminísk stjórn hefði nú ekki verið við hæfi, gæti maður spurt að það veri vitnað einhverja stórkostlega íslenska skáldkonu, jafnvel bæði til forna og samtíma konu eitthvað svoleiðis. Bara Guðrúnu frá Lundi. En hún rosalega en við höfum líka gefinni það að hún ekkert að þykjast vera eitthvað annað en hún er. Nei. Hún bara dálítið svona Excel-skjal og bara beint áfram, virðist vera. Hún vill ekki ég held sé ekki líklegt að hún bara þykist vera eitthvað annað en hún er. Nei, en hún nú samt forsætisráðherra svona, það sem að flest hefðu nú kannski ímyndað sér fyrir hana væru fjármálin. En það einmitt áhugavert með þessa ríkisstjórn að þau boða þarna svona miðju vinstri velferðarstjórn á meðan að það mjög svona sterk hægri efnahagsstjórn. Já, í Synir Egils í gær tók ég eftir að Svandís Svavarsdóttir sagði bara að það var í ultra hægri stjórn. Já, ég meina þetta auðvitað, Viðreisn bara hægri flokkur og ég meina það dylst það engum þó að Þorsteinn Pálsson vilji nú kannski meina annað. Þau allavega ekki klofningur úr Sjálfstæðisflokknum. Nei. En já, eins og ég segi, þá þetta áhugavert. Það annað sem mér þótti áhugavert í þessari ræðu hversu mikið hún mærir samstarfskonur sínar. Það með ólíkindum. Ég hef aldrei heyrt þetta í neinni stefnuræðu hvorki finna síðar. Nei. Þetta engin smá orð sem hún notar. Nei, þetta einmitt, það bara, og hér eru þær samstiltar allir, þetta væntanlega með ráðum gerst. Það hefur verið grafið talsvert undan þessu samstarfi í fjölmiðlum. Já, einmitt. Það sé að svara því? Það sé verið að svara því þarna. Ég finnst það líklegt. En það ekki gott að segja. Það sem ég sakna persónulega, það að einmitt eins og ég segi, það eru þessi áherslupunktar og það eru kannski svona skýrari skilaboð fyrir hvað það standi nákvæmlega. Ég til dæmis sakna þess að sjá eitthvað, bara fordæmingu á orðum Trump eða fordæmingu á gjörðum Ísrael og stuðning við fólk frá Palestínu. Utanríkiskaflinn, hann hverfist eiginlega allur bara hvað Þorgerður Katrín sé frábær. Það nefnilega svolítið merkilegt og þetta við erum núna á svona umbrota tímum í heimsögunni og við stöndum fram fyrir því. Keflavík til dæmis. Ég meina hér NATO, 1000 manna her allt í einu og ég meint Evrópusambandið, allt þetta, það svo óbúslega margt. Véku nokkuð einasta orðið að þjóðaratkvæðagreiðslunni fyrir það sem mögulega verður á kjörstjórnum? Nei, hún gerir það ekki. En þetta verður, ég meina þau hafi nú boðað það áður þjóðaratkvæði Evrópusambandið en hvort það verði í forgrunni, það erfitt að segja. Erum við nefnilega ekki, við Íslendingar, við erum sagt sjálflæg þjóð sem eðlilegt með eyþjóð lengst norður í raskati, en erum við ekki núna meðvitaðir alþjóðamálin heldur en kannski bara
í marga áratugi út af viðsjá, það eru hættu tímar. Jú, en sko, svo spurningum hvar maður ætlar, sko, hverjir eru okkar bandamenn. Jú. Ég meina, ég held að vera utanríkisráðherra Dana sem að bendi Íslendingum, eða svona beindu orðum til Íslendinga sérstaklega í tengslu við þessar pælingar Trump að kaupa Grænland eða hreinlega taka það yfir með hervaldi og að hann segir bara beinum orðum að Íslendingar, ef að til þessa kemur að Íslendingar skuli ekki halda það í eina mínútu að að við séum ekki næst á dagskrá. Og ég meina þetta eru kannski svona hlutir sem við þurfum að fara að skoða þegar að Bandaríkin sem hafa þó hér, ég meina er búið að hertaka okkur? Ég veit það ekki. Einmitt það sem ég er að velta fyrir mér er að ef rétt er sem að tilfinningin segir mér að áhugi okkar á alþjóðamálum vegna óljósar stöðu okkar sjálfra í heimsins ólgusjó, varnarmálum, ef rétt er að okkar áhugi sé óvenju mikill núna, sem ég held að margt rennistóðum undir, þá er áhugavert að það er eiginlega bara ekkert þetta þegar forsætisráðherra þjóðarinnar loksins stígur fram mjög löngu eftir kosningar og öll þjóðin bíður eftir að heyra hvað hann hefur að segja og það sem hún segir, ég held ég hafi hripað þetta sæmilega svona niður í samhengi alþjóðamála erum við sannarlega heppin með hæstvirtan utanríkisráðherra enda ekki að ástæðulausu sem formaður eins af stjórnarflokkunum tók að sér þetta mikilvæga embætti. Mesti reynsluboltinn í ríkisstjórninni reyndar á Alþingi líka og líklega íslenskum stjórnmálum heilt yfir. Á næstu árum, haltu nú fast, mun koma sér vel að vera með ofurtrausta konu í forsvari fyrir Ísland í utanríkismálum. Og maður spyr sig af hverju? Af hverju þurfum við ekki að vita af hverju það skiptir svona rosalega miklu? Það er reyndar líka mjög áhugavert að því að ég meina þó ég sé alveg á öndverð meiði við allt sem að Þórdís Kolbrún Reykfjörð hefur gert fyrir Ísland í utanríkismálum, þá verður það ekki tekið af henni að hún er hörkudugleg og flott kona sem er fylgin sér og sínum skoðunum. Þannig að þetta er nú svolítið svona, þetta er nú ekki fyrsta skipti sem að við höfum fengið öfluga konu í utanríkisráðuneytið. Nei, einmitt. En hún fær prik það ekki fyrir að nefna baráttukonuna Ólöfu Töru Harðardóttur og hún mætti að hennar útför í dag. Já, blessuð sé minning hennar. Það er auðvitað kynbundið ofbeldi stórt vandamál og fylgifiskar þeirra kynbundins ofbeldis geta verið svo margvíslegir eins og kannski er bara eins og með Ólöfu Töru sem var þessi sterka baráttukona en hafði einhvern veginn svona sinn eigin þunga kross að bera sína eigin einhvern veginn svona einmitt svona djöfla við að etja og sem að tengdust þá væntanlega hennar fyrir reynslu úr ofbeldis sambúð. En þetta talar kannski ekki alveg inn í það sem stefnuræðu heilbrigðishlutann í stefnuræðinni. Hann er mjög rýr. Það er nefnilega málið og það er lítið talað, er eitthvað að tala um geðheilbrigðismál til dæmis? Það sem að bæði manni fannst við svolítið vera að kjósa og það sem við erum að ræða mest það vantar svolítið. Já. Og svo ég kannski fari úr einu í annað en til þess erum við. Já, bara með einmitt að því ég nefndi Gaza áðan og þetta svona afstöðuleysi með þeim hörmingum sem átti sér stað þar það sem að við þurfum líka að horfast í augu við saman hvort okkur líkar það betur eða verð að með vaxandi ólgu og hryðjuverka árásum Ísraels her í þessum heimsluta koma hingað, munu leita hingað fleiri flóttamenn og
það er ekki minnst einu orði á þá. Það er ekki minnst einu orði á þá það Palestínufólk sem að nú hefur verið að það hafa verið að safnast upp heilu bunkarnir hjá Útlendingastofnun fjölskyldusameiningar og það er ár liðið síðan að ég fór persónulega ásamt skáldkonunum, vinkonum mínum, þeim Kristínu Eiríksdóttur og... Er það ár upp á dag? Já, það var bara Það var í gær? Það var í gær, það var svona ár síðan við tilkynntum. Við fórum utan 30. janúar, en við sögðum engum frá því hvað við vorum að gera fyrir en þetta 2 vikum síðar eða 10 þegar við vorum alveg 100% á því að við værum komnar með fyrstu fjölskylduna í hendurnar. Og þá tilkynntum við þetta fjölmiðlum. En það er svona áhugavert að því að sko það stefnir allt í annað svona mál. Ég meina, þetta er eitthvað sem að utanríkisráðherra þarf að takast á við, þarf að taka ákvörðun hvort hún ætli að fara út og sækja það fólk sem sannarlega hefur dvalarleyfi og rétt til þess að vera og sameinast fjölskyldu sínum á Íslandi samkvæmt íslenskum og alþjóðalögum. Og er búið að samþykkja nú þegar. En það er svona einmitt, eins og ég segi, það vantar svo litið kjöt á beinin. Já, þetta er endar útudúr, það er rétt sko, en útudúrar geta verið góðir. Hefur þú töl á því hvað þú hefur komið að björgun margra? Já, það er rúmlega 200 manns. Hvað er ekkert annað? Það er bara óbúslega flott og það var auðvitað bara ekki ég, heldur var það heill her af sjálfboðaliðum auðvitað sem að tók þátt í þessu verkefni og kom út til Kaíró til þess að halda þessu á lífi. Við Bergþóra og Kristín vorum auðvitað með viðveru þarna alltaf ein okkar bara eins og við gátum til þess að stýra verkefninu síðan, og sem Erla í Solaris og þetta bara einhvern veginn svona rúllaði í nokkra mánuði og með sko aðstoð almennings sem auðvitað gaf ég held að þetta hafi verið 70-80 milljónir sem að almenningur gaf í þetta verkefni á mjög stuttum tíma til þess að koma sem flestum út og yfir landamærin með tengingu við Ísland. Nú eru þeir tímar að með sama hætti við vorum að ræða ummæli Svandísar Svavarsdóttur hér á samstöðinni í gær að þetta væri bara últra hægri stjórn og hún var að vísa til þess að náttúruverndin er svolítið úr sögunni sko. Að með sama hætti og það er staðarinn þá liggur alveg fyrir að í útlendingamálum þá höfum við núna færst til hægri, ekki satt? Jú, algjörlega. Og þá dættu mér eitt í hug sem að þú hefur nú kannski skoðan á. Stolt tilkynntu þau og það er líka í ræðu Kristrúnar í kvöld en stolt sögðu frá því eitt af fyrsta sem þau sögðu frá þessar 8 konur Valkyrjur 3 þegar þingmálaskrafan var lögð fram fyrir nokkrum dögum að það ætti að bæta við 50 lögreglumönnum Einmitt. Og þú hefur nú kannski stundum aðeins lent í séð aðra hliða á lagana vörðum heldur en margir aðrar. Sko, maður velti fyrir sér til hvers. Ég meina, hvað ætlum við að gera við 50 auka lögregluþjóna hérna á höfuðborgarsvæðinu? Ég meina, hvað eru þeir að gera? Þeir eru til dæmis að eiga við mótmælendur, ekki satt? Jú, meðal annars. En þetta er einmitt sko, ég náttúrulega bara þeirra skoðunar að við eigum að bara algjörlega skrúfa niður í þessum svona hvað maður segja, þessari almennu lögreglu þjónustu. Ég meina það er hægt að vera hérna með eitthvað svona verði við umferða eftirlit aðstoða fólk þegar það springur á dekki. Ég get nú sagt frá því að ég og vin sem að lendi í hálku og hann var á svona stórum sendibíl og hann var úti að reyna að moka undan honum svona í brekku þegar það keyrir svona fram hjá honum lögreglubíll og þeir segja, já, þú þarf nú að fá þér stærri skóplu eða eitthvað svona og keyra svo í burtu. Ég meina þetta er ekki fyrsta. Þeir hjálpu honum ekki og það er það sem ég segi. Þannig að ég í staðinn fyrir þessa 50 lögregluþjóna er ekki hægt að greiða 50 björgunarsveitumönnum eða bara kaupa fleiri skóplur inn í bílana og láta það manna. Einmitt, þannig að þú veist, maður veltir fyrir sér hlutverki lögreglunar og ég meina, sko, það bendir ekkert til þess að glæpir á Íslandi þeim hafi fjölgað nema síður sé. Sko, samkvæmt skýrslu ríkislögreglustjóra sem gefin út var fyrir 1,5 ári síðan, eitthvað svoleiðis. Þar er nú bara, einmitt, það segir bara svart á hvítu að það sé hreinlega ekkert sem að
hér þurfi að óttast, ég meina það eru færri innbrot, það eru færri svona smáglæpir, þjófnaðir annað, en það er þetta ekki þetta sem lögregla kemur í veg fyrir, lögregla kemur alltaf eftir að glæpur er framinn. Sko það sem talað að sé áhyggjuefni eru jú vissulega þessi hryðjuverk ungra hvítra karla, það er í sem sagt en hvað lögreglan almennir lögreglu þjónar eiga að gera í slíku, ég sé það bara ekki fyrir mér. Þetta að þínum að þín skoðun svo að þetta sé alls ekki forgangsmála að fjölga 50 löggur. Nei, ég bara velti fyrir mér hvað í ósköpunum eiga þeir að gera, að því að þú veist hverju eiga þessar 50 löggur að sinna. Við ætlum aðeins að ræða borgarstjórnar meirihlutann á eftir en svo við drepum nú ekki áheyrendur og hlustendur úr bara þessu eina umræðefni, kannski síð á seinni hlutan hjá okkur í þessu, en sko af því vorum að tala hvað hún talaði fallega Þorgeiri Katrínu, hún Kristrún, þá hún tala líka fallega Ingu Sæland. Hún passar það. Já. Hún talar íslenska draum öryrkjans, sem fór á skólabekk eftir að hafa verið lögblindur heima hjá sér bara. Er hún bara svona að halda þétt utan sitt fólk? Er hún að segja þær fyrir framan alþjóð, já, mér þykir vænt ykkur og við erum að gera rosalega merkilega hluti saman og eða sko af hverju segir hún ekki bara undir 4 augu við þær sko? Já, þetta er svona, þú veist, þetta er ákveðin kannski svona taktik í kvennasamstöðu að svona tala upp kynsystur sínar og samstarfskonur, ég veit það í rauninni ekki. En þú tengir við það? Já, ég hugsa, en þetta er systra lag? Já, þetta sé svona, það sé ekki styrt á milli þeirra, þær standi saman, þær eru þétt, svo er þetta, en þetta líka reyndir, þetta er svolítið svona stelpulegt eitthvað, svona þú veist, bestu vinkonur mínar eitthvað svona, það voru svona hugrenningateksli sem ég fekk svona þegar maður svona var með svona bestu vinkonur sína svona undir sig ykkur öxlinni og er þetta krakkalegt? Já, það er einmitt svolítið það. Er þetta alveg í þá átt? Já, þetta var svona, já, í þá átt einmitt, en eins og ég segi, þá er þetta kannski er þetta öðruvísi að því að hún er eins og hún boðar sjálf, hún er ung og öðruvísi. Og hún sjálf, eins og við erum við ekki sammála það, hún er frekar mikið hún sjálf. Þetta er markaðsinnuð ræða, hún er klárlega mjög góð í markaðsmálu og nú er hennar sko helsta verkefni framöndan þarf að fylgja þessu eftir, þarf að sýna okkur hvernig. Hún er búin að segja okkur hvað, en hún er ekki búin að segja mikið hvernig. Til dæmis með allar þessar fjármagnanir, hvernig ætlar hann að ná þeim fram? Hún segir, við ætlum að lækka vexti og við ætlum ekki að auka skuldir ríkissjóðs, en það er fjármálastaða íslenska ríkisins hörmuleg. Þetta eru brjálaðir peningar sem við eyðum í vaxtagjöld og við þurfum einhvern veginn kannski að snúa því dæmi við. Það er þess að tiltekti hann í ráðunautunum sem hún nefnir, 350 milljónir, ég meina það er auðvitað ekki mikill peningur í svona hinu stóra samhengi en eitthvað. Hún talar skilvirkari kerfi, betra samtal við almenning, allt þetta einhvern veginn, en sko hvort að einmitt að henni eigi eftir að takast svona vel til eins og hún sannarlega boðar það verður einhvern veginn að við verðum bara að bíða og sjá. Hún fær ekki gott veður vegna þess að mogginn verður alveg hreint á sko, nú skulum við ræða það sem er að gerast í borginni vegna þess að þarna manni hefur orðið það ljóst í dag og kannski í gær líka að það er sko það er lína á milli þess sem er að gerast í borgarmálunum og þess sem er að gerast á Alþingi. Mogginn er búin að halda því fram í allan dag að Kristrún Frostadóttir hafi slegið á öxlina á Ingu Sæland og Inga Sæland hafi haft samband við sinn fulltrúa, Helgu, borgarfulltrúa sem að uppfærðist þegar Kolbrún færist hættir að vera borgarfulltrúa og verður þingmaður. Að samkvæmt Mogganum þá er Kristrún sú sem að
það ekkert mjög mikla líkur á að þetta sé rétt sko. En ekki lígumokkin. Þetta annarkvort spuni eða rétt, við vitum ekkert hvort þetta spuni, helbrlíi eða rétt frétt. En allavega, það að menn skuli skrifa svona, helstu fjölmiðlar skuli skrifa þetta, það segir sitt ástandið. Þeir halda því fram að Kristrún Frostadóttir hafi sem sagt hnift í Ingu og sagt Inga þú verður að tala við Helgu og segja henni það sé no-go með Einari áfram og þetta hafi drepið hugmyndir Einars Þorsteinssonar sem hélt fram á laugardags síðdegi að hann væri bara með þetta. Hann væri bara áfram borgarstjóri bara með nýju fólki. Hvað var maðurinn að hugsa? Bara svo við byrjum að byrjunni. Já, þér veist ekki ljóst hvað hann var að hugsa. Nei, þú veist, ekki það ég er mjög hvatvís og ég gerir oft hluti svona mjög í ykkur svona hvatvísis vitleysisgangi og hérna sem að eitthvað svona sem ég þarf svo að bera tilbaka eða dauðsjá eftir. Tekið nú aðeins við það? Já, einmitt, þannig að ég meina við sem að kannski höfum ykkur að bresti og hérna og svona greiningar tengjum við það að vera hvatvís. Sko, það kemur þessi skoðanakönnun hann á mánudaginn fyrir viku síðan. 3,3%? Já, það sem að Einar Þorsteinsson hann bara, ég meina, og hans flokkur bara hérna, já, einmitt við voru hann í einhverju sögulegu lágmarki, þetta var hryllileg niðurstaða í skoðanakönnun. Síðan virðist eitthvað verið að gerjast svona innra með honum án þess að hann deiliði þó með sínu samstarfsfólki en virðist sko, samkvæmt því sem ég las á RÚV bara hérna, greiningu þeirra á atburðarásinni, þá virðist hann hafa verið byrjaður að ræða við stjórnarandstöðuna eða sérst í borginni áður en hann talaði við samstarfsflokkana sína. Já, en hann kennir samt samfylkingunni svolítið það sko. Ummælum sem að fjallu þarna á fundi í vikunni. Þetta voða mikið svona eftiráskýringar og hérna, ég tek undir það sem að margir Egill Helgason og fleiri hafa sagt að það bara voða litla treysta sko, af þeim orðum sem hafa fallið þessu atburðarás. En sko, já, ég veit ekki alveg sko, þetta spilin snúast í rauninni mjög illa í höndunum á honum sem líka áfall fyrir Sigurð Inga vegna þess að Sigurður Ingi allt of snemma grípur inn í þetta mál með bara digrum yfirlýsingum á föstudagskvöldinu og þá halda bara allir landsmenn þetta sé bara frá gengið svo bara daginn eftir þá bara nei, þetta ekki að fara að fljúga. Nei. Og þetta svona óvenju klaufalegt í stjórnmálasögu Íslendinga. Já. Þú kannski geta séð þetta á Bakkafirði einhverju svona fámennu sveitarfélagi. Bakkafirðis, taugar til Bakkafirði. Já, yndislegu staður. En sko, þú veist þar sem að menn væri svona bara ekkert að spá í kannski alveg bara svona. Nei, hún Snærós Sindradóttir, fjölmiðlakona, hún var með ansi góða greiningu hérna í dag á þessu sem að ég ætla hérna að fá að lesa hérna á skjánum. Hún segir, Snærós segir, það ansi smættandi söguskýring að vegna þess að Inga Sæland sé ekki sátt við Morgunblaðið, þá fari flokkur fólksins ekki í meirihluta samstarf við Sjálfstæðisflokkin í borginni. Sjálfstæðisflokkurinn þarf augljóslega að líta sér nær ef hann heldur að það eitt sé ástæðan. Það ekkert sem bendir til þess að Inga, kona með margvíslega lífsreynslu sem nú komin í ríkisstjórn og það ekki af neinni tilviljun, sé að láta tilfinningar og hefnigirni ráða för. Inga vissulega hvatvís eðlisfari eins og fleiri og hún ekki fullkomin en hún ekki einhver prinsipplaus vindhanni. Það blasir við Ingu sú stað að vera nýbúin að mynda ríkisstjórn með Samfylkingu og Viðreisn. Hún sér að það hafi verulega áhrif á trúverðuleika þeirra stjórnar að starfa í allt aðra átt í borginni. Mér finnst fólk gjarna með að fara að gefa Ingu meira kredit fyrir pólitíska næmni en nú gert. Hún félagsmálaráðherra, ekki amatör og það allt sem bendir til þess að þessi smættun sé lituð að bæði kvenfyrirlitningu og stéttarhroka. Þetta fannst mér þessi góð grein hjá henni Snærósu Sindradóttur. Stéttarhroki það fínt á nefnir hann til sögum. Maður oft fundið fyrir því undanfarið hvernig það bara mín stétt og þín stétt, okkar stétt, hvernig fjölmiðlamenn hafa tekið Ingu allt öðrum tökum heldur en flest annað fólk af því að þeim finnst að hún komi úr óverðugri átt. Já.
það einmitt þetta eins og hún segi og að að einmitt að ætla að smætta þessa neitun fólksins á samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn og Framsókn í borginni að smætta það niður í einhverja hefnigirni í Ingu vegna þess að það var fjalla illa manna í Morgunblaðinu. Það er ekki rétt, það er umulegt. Það er bara svolítið lágu plani. Ég náði í borgarfulltrúa bara rétt áður en við fórum í loftið, svona cirka korter yfir 7 og vildi lítið segja sá borgarfulltrúi en það er margt sem bendir til þess að það muni taka einhverja daga að mynda nýjan meirihluta. Það sem við vitum er að Þórdís Lóa hjá Viðreisn, hún er ekki hrifin af vinstri meirihlutunum, þannig að það er frekar ólíklegt að hún verið með, en þau geta verið án hennar og án sem möguleiki og það leiðir hugan að spurningunni. Ég held að Einar Þorsteinsson verði aldrei borgarstjóri úr því sem komið og ég held það sem meira ég held að hann eigi bara í bullandi vandræðum með ímynd sín á traust og ég held að hann hafi kallað yfir sig bara það sem við getum jafnvel nefnt sem smánun ég held að það sé ekki borin mikil virðing fyrir honum sem stendur, það verið mjög erfitt fyrir hann að halda áfram. Já, það er auðvitað erfitt að treysta svona samstarfsmanni sem að gengur einhvern veginn svona á bak. Já, hann leggur allt undir og ef það gengur ekki þá hleypur skotið beint aftur úr byssunni og þú verður fyrir því hann hefur orðið fyrir því að þegar hann hleypti af þessari byssu með eitt skot þá gekk það aftur. Já, maður sér líka að þetta er auðvitað ekki gert með hag Reykvíkinga að leiðarljósi. Þetta er svona aðeir virðist einfallega bara gert til þess að bjarga eigin skinni og framtíð sem þá borgarstjóri næsta kjörtímabil. En mér skildist á þessum borgarfulltrúa sem ég mátti ekki nefna að í dag hefðu verið viðræður í því formi og þreifingar eins og þau segja að það voru bara oddvitarnir sem voru að tala saman. Það er engar sendinefndir með ekkert bakland, bara oddvitarnir. En það hefur komið fram að sumir sjái bara, þetta er náttúrulega stjórnarkreppa. Það er ekkert rosalega langt eftir að kjörtímabilinu. Það er hægt að keyra þetta áfram bara með einhvers konar goodwill og samkomulega og svoleiðis og það væri hægt að ráða borgarstjóra utanfrá en það geti líka mögulega bara að ná sátt það að til dæmis Sanna sem Magdalena Mörtudóttir sem ítrekað í skoðanakönnunum mæli sem langvinsalasti borgarfulltrúi. Já, ég held að 27% borgarbúa hafi sagst treysta Sönnu best og verið ánöð. Og næsti bara með 5% er það ekki eitthvað sluðis? Ég held að það hefði verið 2,5. 2,5? Sem var þá Dóra Björst og hún var í öðru sæti yfir þá leiðtoga oddvita þessara flokka sem starfa í borginni. Já, það er þeim alltaf glæsileg útkoma út úr þessu flandri öllu ef Sanna því borgarstjóri. Já, og svo veldur maður fyrir sér hvort að Sanna vilji ganga þannig inn. Nú er auðvitað búið að leggja niður allt framhald. Ég meina þetta er allt skrifað þarna bara í stein í rauninni. Það þarf bara eitthvað til að stýra þessu þannig í brúnni. Hvort að Sanna hafi áhuga á því að flækja sig inn í þetta svona á lokametrunum einhver verk sem að henni hafa kannski ekki alveg endilega hugnast heldur á þessu tímabili þannig að og ég meina hvort það sé hreinlega ráðlegt fyrir hana bara sem unga stjórnmálakonu að einhvern veginn svona taka þennan kallega. Þetta er svolítið svona þetta er svona þegar kallarnir eru búin að suppa allt út þá köllu til eitthvað svona kona til þess að opna glugga stundum já, en fyrir sósíalista gæti þetta verið mjög sterkt ég hef enga trú öðru en að sósíalistar eigi eftir að sækja á í borginni næst alveg svona töluvert og eigi bara eftir að bæta við sig og við sjáum það að sósíalistar eru mjög vinsælir í borginni. Við sáum það líka bara í síðustu kosningum að ég meina Reykjavíkur kjördæmin voru að svona skila sér vel voru að kjósa sósíalista í meiri mæli heldur en kannski landsmiðin. Einmitt. En María Lilja, þetta er nú búið að vera gaman að spjalla við þig. Þakka þér fyrir samveruna hér við Rauðaborðið í upphafi þessara dagskrár. Já, sömuleiðis Björn. Takk fyrir. Björn Jónas. Já, Björn Jónas. Eigum við að hleypa þá viðmælendum samstöðarinnar að umræðu borðinu? Já, ekki seinna verða. Ljómandi. Takk fyrir komuna. Takk. Ekki fara langt, áhorfendur góðir, við ætlum næst að hringja til Svíþjóðar
og þar nokkuð dramatísk saga sem verður sögð. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.